Jæja, þá erum við komin í golfskóna og ef við byrjum bara á því að taka hér einn dömuskó og einn skó fyrir herrana. Það má segja að það sé, já, allt mjög líkt. Það er ekki mikill munur á golfskóm fyrir karl og konur, annað en kannski einhverjir litir og eitthvað smáatriði. En það sem að gerir golfskó frábrugðna öðrum skóm er að ef við byrjum bara að snúa þeim svona, að undir þeim, þar eru þessi takkar og þessi takkar eru til þess gerðir að maður sé stöðugri og þó sérstaklega þegar það er blautt á, þegar það er rigning eða eitthvað slíkt, að þá rennur maður ekki til í sveiflunni og þið sjáið að þetta eru kallaðir svona kóngulóa takkar. Hér áður fyrr voru þetta stáltakkar með einum takka upp úr hverjum stað og þeir voru bannaðir og þessir settir í staðinn og ástæðan var einfaldlega svo að mönnum fannst hinir gömlu skemma flatirnar of mikið. En ég hugsa að þessir gerir það nú ekkert síður og ég held að það sé það sem að menn hafi fattað og hafa kannski ekkert náð að bakka með. Þessir takkar eru líka þokkalegi skemmdarvargar. En maður verður bara að passa þegar maður er að labba golfskóm á flötunum að vera ekki að snúa löppinni snöggt. Reyna að labba í beinum skrefum þannig að maður tæti sem minnst upp þegar maður er að ganga á golfskónum. Nú, síðan með golfskóna að þeir eru styrktir meira en hefðbundnir skór í köntunum. Það er að segja innanverðum skónum og utanverðum. Þeir eru svona sterkari út á hlið og til dæmis með að við hlaupaskó, ef að fólk er að spila í hlaupaskóm, það er ekki mjög hentugt að gera eitthvað svoleiðis. Auðvitað er hægt að spila í alls kyns skóm en golfskór eru tvímælalaust betri kostur en íþróttaskór eða eitthvað annað. Síðan má náttúrulega tala það að þeir eru alltaf vel vassheldir, þessir skór. Þetta er bara eins og góð stífili má segja. Þetta er alveg heldur vatni fullkomlega og það er náttúrulega mjög mikilvægt líka hérna heima. Það er ekkert grín að vera að spila votur í fætur. Heilan hring sem er kannski 5 tímar, það er ekki það skemmtilegasta.